Komið þið sæl, frammistaða nemenda á PISA-prófum lakari á landsbyggðunum en á höfuðborgarsvæðinu, þetta sýna prófin. En einhver skýring á bakvið þetta allt saman, til dæmis félagslegir þættir? Þorlákur Axel Jónsson, aðjúnkt við Háskólann á Akureyri, þú hefur rannsakað þetta. Ég bara spurt eru einhverjar aðrar skýringar á þessum árangri? Já, það er ekki hægt að álykta mismunandi skólastarf með því að bera eingöngu saman meðaltal landsbyggðar og meðaltal höfuðborgarsvæðisins. PISA-rannsóknin hefur verið gerð frá árinu 2000 og er gerð á 3 ára fresti og ég hef rannsakað muninn á landsbyggð og höfuðborg fyrir 2003, 6, 9, 12, 15 og 18 sem eru 6 umferðir og á öllum þessum umferðum nema reyndar einni þá var höfuðborgarsvæðið hærra og frammistaða nemenda sem sagt virtist vera betri. Og þegar maður hins vegar reynir og þegar tekið tillit til þess að félagsleg samsetning landsbyggðanna og höfuðborgarsvæðisins er mismunandi, þá kemur í ljós að frammistaðan er annaðhvort jafngóð eða þá að þessi ólíka félagslega samsetning fer langt með að skýra muninn. Þannig að þegar maður ber saman meðaltöl á PISA eða á samræmduprófunum í 9. eða 10. bekk, þá er það ekkert endilega lýsing á skólastarfinu. Þetta er lýsing á hinu félagslega samhengi sem skólastarfi fer fram í og það er aðal niðurstaðan. En þú þekkir náttúrulega fjölmiðla umræðuna sem að fer alltaf í gangu þegar að niðurstöðurnar eru birtar, þessar PISA-niðurstöður, að þá sem sagt eru fyrirsagnirnar, sem sagt landsbyggðirnar eru með lakari einkunn heldur en höfuðborgarsvæðið. Já, það hefur verið núna áratugaskeið. Áratugaskeið var það þannig að stjórnsýsla menntamála, hinn miðlæga sem að núna heitir Menntamálastofnun og var áður Námsmatsstofnun og þar áður Rannsóknarstofnun uppeldis og menntamála. Að þessar stofnanir birtu upplýsingar þennan landshluta-mun og hann hefur vissulega verið umræðuefni í fjölmiðlum og fréttaefni. Og það hefur sem sagt verið sagt frá því að þessi munur komi fram og hann er til staðar, það er munur, en ef við berum saman sambærilega nemendahópa, þá standa þeir sig oft og iðulega jafn vel, hvort sem þeir ganga í skóla á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. En hvað finnst þér þetta að menntamála yfirvöld leggja þetta þá fram með þessum hætti? Ber þeim einhverju lagaleg skylda til þess að kafa dýpra í þessar einkunnir? Já, þeim ber skylda til þess að fylgjast með skólastarfi og skólakerfinu og markmiðið er að bæta menntun og það á sínum tíma á 8. áratugnum þegar var farið að fylgjast sérstaklega með búsetumun og kynjamun í skólakerfinu, þá er það gert af góðum huga og í þágum markmiða aukið jafnrétti í þjóðfélaginu. Og líklega var það þannig á 8. áratug 20. aldar að það var mikill munur á forsendum skóla og það er ljóst að það var munur að ýmsu leyti, en hvort að skólastarfið var eitthvað verra þá, það á bara alveg eftir að sýna fram á það. Eins og gildir samtíman að ef við tökum tillit til þessara ólíku forsendna sem að núna eru og voru þá, já, þá er spurning hvort að nemendur stóðu sig ekki jafnvel bæði núna og þarna áður. En það er sannarlega verkefni stjórnsýslunnar að fylgjast með. Og stjórnsýslan, hún fær þar með mikið vald. Hún dregur upp mynd af viðfangsefninu með tölum.
og hún býr til mynd af því sem að við sjáum og hún hefur dregið upp þá mynd að skólastarf á landsbyggðunum sé síðra en á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafa vissulega af og til og oft og iðulega látið fylgja aðvörunar orð að álykta ekki of groddarlega út frá þessum tölum. En máttur talna og prósentu tölunar, hann svo furðulega mikill að það gleymist auðvitað strax og þetta fer í umræðu að það sé svona mikill munur. Þú hefur, ég væntanlega, rætt við fjölmarga hringinn í kringum landið í sambandi við þínar rannsóknir. Þessi umræða núna sem hefur staðið yfir í þetta mörg ár eins og þú segir, hvaða áhrif hefur hún haft, heldur þið? Ég hef rætt við marga, já, en ég hef nú ekki gert neina skipulega rannsókn á því hvað fólk hefur verið að segja. En það má alveg sjá augljóst dæmi það að þessi hugmynd að skólastarfið sé ekki að virka, að fólk kaupir hana og það eru gerðar samþykktir að nú sé átaksþörf til þess að bæta skólastarf og þá jafnvel vísað í þennan beina samanburð. Og ég ekkert að efast það að átaks sé þörf, það í öllum skólum. Ég starfaði í skólum í áratugi og það alltaf tilefni til að bæta og gera betur og það nú reyndar, þó það sé annað mál, það hluta því hvað það gefandi að vinna í skólum. Og það alltaf hægt að gera betur og sjá nýja fleti og finna nýjar og skemmtilegar áskoranir. En það alveg hægt að sjá það að þessi hugmynd, hún fær sitt eigið líf að það sé þessi miklu munur. Hversu alvarlega þessi umræða? Sem sagt, já, ef maður vill nú börnunum sínum virkilega vel, að þá sé eiginlega bara varla þorandi að flytja út á land? Það einhver munur á skólastarfi á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. Það augljóst að forsendurnar ekki þær sömu og í PISA-rannsókninni sem stórsniðin fjölþjóðleg skólakerfarannsókn sem á að gera yfirvöldum menntamála og öðrum þeim sem vilja nýta sér gögnin kleift að greina þætti sem þeir telja að geti skipt máli. Og könnunin nær bæði til skólakerfa og einstaka skóla. Það þurfa að vera 13 nemendur sem ganga saman í skóla og þá meðaltalið, þá orðið nóga margir til að meðaltalið á að geta lýst því sem snýr að skólanum. Og það farið út í ýmsa sálma í þessu og reyndar það svo að Íslendingar leggja ekki fyrir alla þá spurningalista sem völ á í þessu verkefni. Til dæmis foreldra spurningalisti sem var notaður einu sinni 2006 en hefur ekki verið lagður fyrir aftur. En það til dæmis breyta þarna sem heitir tíðni kennaraskipta. Ég myndi hafa áhuga að vita það hvort að það breyta sem skipti máli fyrir frammistöðu nemenda. En áður en PISA kom til söguna þarna í kringum aldamótin, þá voru haldin samræmt próf. Hvernig var þá sem sagt staðan á milli landsbyggðanna og svo höfuðborgarsvæðisins? Það var byrjað að leggja fyrir samræmt próf fyrir alla í lok grunnskóla 1977. Og því hefur verið haldið áfram meira og minna alveg til okkar daga. Núna lögð fyrir samræmd könnunarpróf í 9. bekk. En samræmdu prófin höfðu það hlutverk að gefa einkunn í lok, hverjum einum einkunn í lok grunnskóla, þannig að hvort það væri nú hægt að nota hana til þess að
velja nám í framhaldinu. En allavega það var byrjað 1977 að leggja fyrir samræmt próf fyrir alla. Þá kom fram munur á milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins. Það var skrifuð skýrsla á hverju ári útkomuna og þar voru gerðir útreikningar á hvort það var munur á landsbyggð og höfuðborg, hvort það var í kynjamunur og eins eftir stærð skóla. En þessi skýrsla með einstaka skólum var trúnaðarmál og heildarskýrslunni með greiningarpartinum og aðal niðurstaðan henni var dreift til fræðslustjóra sem voru 9 og til skóla innan fræðslu umdæma. Þannig að þessar skýrslur voru nú vissulega þekktar og lesnar og þar kom sem sagt strax fram munur á landsbyggð og höfuðborg og á hverju ári þá var höfuðborgarsvæði hærra og landsbyggðin lægri. En síðan gerðu þeir ráð fyrir því að mælitækið var ekki alveg harðnákvæmt og spurðu sig þá hvort að sá munur, þegar tekið tillit til þess, kemur þá fram munur á framistöðunni á landsbyggðin og höfuðborgarsvæðinu. Og á þessu árabili sem ég skoðaði frá 1977 til 1984 að þá var yfirleitt engin munur í íslensku. Nemendur á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu stóðu sig jafnvel í íslensku. Og í samfélagsgreinum og raungreinum og stærðfræði, þar kom ýmist yfirleitt ekki fram munur eða þá kannski helmingi tilfella eins og í stærðfræðinni. En það var hins vegar alltaf munur í ensku og yfirleitt alltaf í dönsku. Hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur kannski hvernig kennarahóparnir voru. Það kemur mér ekki óvart í sjálfu sér að það hafi verið erfiðara á 8. áratug 20. aldar að koma enskunni til unglingana sem þá voru á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. En það var enskan, hún var framandi mál. Það var rétt í bíó sem að hún gerði sig gildandi og aðeins í sjónvarpi. En það þurfti sem sagt að læra hana bara eins og þetta hefði verið latína. En þú talar þarna sem sagt mikilvægi þess að þegar er verið að lesa út úr niðurstöðu PISA-prófana að það sé ekki tillit til ýmissa félagslegra þátta. Hvaða þættir eru þetta? Af einstaka þáttum þá menntun foreldra þáttur sem hefur sterk tengsl við námsgengi og námsframmistöðu barna og unglinga. Og þetta ekkert endilega af því að foreldrarnir geti hjálpað heima þó að það sé örugglega hluti af því. Heldur ekki síður sterkt að vera sjálfgefin fyrirmynd. Það þarf ekkert að ræða það frekar að það sem að það þarf að læra og standa sig vel í skóla til þess að verða eins og foreldrið. Þannig að það þáttur sem að hefur tengst þarna. Svo auðvitað hugsanlegt að það eru til alls konar þetta stórt viðfangsefni í menntarannsóknum í löndunum út í heimi. Hvað með fjárhagslegan bakgrunn? Já, það gæti verið og þá kannski ekki síst freistingin að vinna mikið með skóla og sinna skólanum þá minna. En nú til dæmis sína rannsóknir það allar að menntunarstig fólks á höfuðborgarsvæðinu umtalsvert hærra heldur en víðast hvar, minnst að kosti út á landi. Já, það hærra. En það samt ekki, það ekki lengur þannig að það sé stórkostlega mikill munur. Þannig kannski 1 eða 1,5 ár. Þeir telja fjölda námsára sem að lokið en það getur alveg verið að það sé einhver
munur þarna, þetta 1,5 ár, kannski skiptir það nóg, eða eina, kannski skiptir það nógu miklu máli hvað þetta varðar til þess að skýra þennan mun. En við skulum hafa í huga að munurinn á landsbyggð og höfuðborgarsvæði, hann ekki mjög mikill. Hann einhver og birtist alltaf í tölunum og hann alltaf í sömu áttina, höfuðborgarsvæði hærra. En þessi munur telst, það nú til þumalputtareglur hvað mikið og lítið í tölfræði, 14%, það mikið eða lítið? Og þegar við gerum athugun á þessum mun með nokkrum breytum, þá nú til náungi sem heitir Jakob Cohen og hann segir að 14% sé miðlungs. 3% lítið, 25 mikið. Það að segja skýring á breytileikanum þarna á milli og samkvæmt því þá miðlungsmunur á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu, hversu vel sem það nú kann að hljóma. En hversu mikið það þá í raun og veru, kannski krakka í 9. bekk, það hvað, hálfur vetur í skóla eða eitthvað svoleiðis? Já, það það og það það bil hálfur vetur ef við notum viðmið PISA-rannsóknarinnar fyrir það hvað mörg PISA-stig hvað það mikið, að þá það bil hálfur vetur í skóla sem munar á landsbyggðinu og höfuðborgarsvæðinu. En ef við tökum háa þjóðfélagsstöðu og lága, þá munar einu skólaári þar á milli. Þannig að það sterkari áhrif af því heldur nokkuð tíman að búsetu. En stoðkerfi sem að nemendur hafa aðgang að, hversu stórt hlutverk leikur það? Það leikur örugglega mikilvægt hlutverk. Stoðkerfi fyrir nemendur og fyrir kennara og skóla. Og það hefur lengi verið þannig að Reykjavík hefur verið brautryðjandi og í fararbroddi við að styðja við sína skóla. Og það alveg frá miðri 20. öld að þá Reykjavík og borg búin að setja upp öfluga þjónustu við skóla og þegar að fræðsluumdæmin stofnuð á 8. áratugnum þá það fyrirmynd frá Reykjavík að það séu til einhverjir aðilar sem að fylgist með og veiti aðstoð kennslufræðilega og varðandi sálfræði og annað slíkt. Hvernig þetta núna, við vitum voðalega lítið það. Sveitarfélögin tóku yfir á 10. áratugnum, yfir grunnskólana og það freistandi að halda að öflug sveitarfélög geti veitt góðan stuðning. Og þá hljótum við líka að halda að sveitarfélög sem ekki sterk, þau geti síður veitt þennan stuðning, en það á alveg eftir að skoða þetta. En PISA-prófið sjálft, þetta spurningarnar, þær svona umdeilanlegar? PISA-prófið umdeilt, það alveg vafalaust og hefur verið frá upphafi. Og af ólíkum ástæðum. Og ein svo að samanburður á milli landa og skólakerfa, þann þykir ekki endilega sérlega uppbyggilegur. Þessi röðun á löndum. Við Íslendingar núna, samkvæmt nokkrum síðustu umferðum, þá erum við eða undir meðaltali. Og við svona það bil í annarri deild í keppni landana. En og þó að séu gerðar miklar ráðstafanir til þess að vanda úrtakið á skólum og passa það að reyna að bera saman sambærilega hópa nemenda í mismunandi löndum, þá það nú þráttur alltaf að menningarlegu munur alltaf mikill og eins og til dæmis það hérna á Íslandi þá eru allir skólar í úrtakinu og það ekki eins og nógu margir nemendur á Íslandi til að fylla upp í úrtaksrammann, þannig að það þarf að vigta gögnin upp svo við séum nógu mörg. Og í öðrum löndum þá eru skólar valdir í úrtak
og það kann auðvitað vera þannig í einhverju löndum þykir það bara upphefð að vera valinn í úrtaki í svona rannsókn og nú reynum við að standa okkur vel. Á Bretlandi til dæmis þá ætluðum aldrei að takast að gera PISA-rannsókn árið 2000 af því að þeir fengu ekki skóla til að leyfa það að þessi rannsókn væri gerð af því hún truflaði skólastarf. Svona þættir kunna að skekkja samanburð á milli landa. En þegar að PISA-rannsóknin er notuð til að skoða eitt skólakerfi og ekki til að bera það saman við önnur, þá er hún miklu sterkari rannsókn. En hvernig er þetta í öðrum löndum, við tökum bara Norðurlöndin til dæmis, kemur þá einhver munur eins og er hérna á Íslandi? Já, ég man að í Finnlandi þá kemur fram sambærilegu munur og hérna og það hefur verið athugað að þar að þjóðfélagsstaðan virðist skýra þennan mun, þannig í rauninni standa sambærilegir hópar sig jafnvel, hvarvetna í Finnlandi. En í Danmörku þá kemur til dæmis ekki fram munur á frammistöðu í borgum og í dreifðari byggðum. Og til dæmis í Bandaríkjum Norður-Ameríku þá eru það úthverfin sem standa sig best og síðan hinar dreifðu byggðir og lagstæri röðinni eru borgarkjarnandir. Þannig að auðvitað fer það Ástralía er sambærileg okkur að þar búa nánast allir í borg eins og hér og þar eru fáar stórar borgir og svo aðrar minni og það er munur þarna á milli og það var nú áströlsk menntamálaumræða sem leiddi mig á sporið í þessu. En þú talar þarna keppni. Er keppni á milli landa? Já, það er greinilega. Það var nú, við höfðum það þannig núna í vor, 2018, þegar síðasta PISA-umferð var lögð fyrir. Þá stóðu menntamála yfirvöld fyrir því að það voru fengnir fólk úr knattspyrnusambandi Íslands, frægt fólk þar til þess að hvetja nemendur til dáða og það er ekki neitt rangt við það út frá prófafræðunum að hvetja fólk til að standa sig vel á prófi af því að prófið mælir það sem það á að mæla ef próftakin leggur sig fram. En ef hann slugsar, þá vitum við ekkert hvað prófið er að mæla. Og það er í Reykjavík, þar er átak í því að reyna að hvetja skóla til að hafa umgjörðina þannig að allir leggi sig fram og það er hvatningarátak þar og í fleiri sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Ég þekki ekki hvort að þetta er annars staðar. Það er sjálfstætt athugunarefni, hvernig er staðið að þessum. Í öðrum löndum þá er til dæmis í Svíþjóð. Þeir voru á sama stað og við fyrir 3 umferðum PISA-rannsóknarinnar. Og það er sambærileg stofnun og menntamálastofnun sem að lagði mikið í það að greina þessi gögn og síðan að leiðbeina skólum og kennurum og foreldrum það hvernig á að ræða saman þannig að nýjar upplýsingar leiði til þess að maður dragi af því rökrétta ályktun og þetta er það sem PISA-rannsóknin gerir. Hún setja fram nýjar upplýsingar sem nemandinn á að kynna sér og svo fær hann spurningar. Ein er hugsanlega lauflétt, önnur krefst þess að nemandi geti tengt saman 2 atriði og álykta rétt og svo er þriðja jafnvel níðþung og maður myndi þakka fyrir sjálfur ef maður geti svarað því. En þú sem fræðimaður, hefurðu trú á þessu PISA-dæmi? Já, ég hef það. Svona þú spyrt beint. Og aðferðafræðin hún er sterk, þar að segja þegar við erum að tala um eitt skólakerfi. Hún er nú fengin úr bandarískum skilvirkni rannsóknum 10. áratugarins, þar sem þeir eru
þaulvanir því að bera saman skólakerfi fylkisins, marga skóla innan fylkis og síðan á milli fylkja. Þannig að tölfræði þátturinn fengið þaðan. En hins vegar kenningin og hugmyndin þetta félagslega og menningarlega samhengi og mikilvægi þess, hún ættuð úr evrópskum menntarannsóknum. En svona þínar niðurstöður í þínum rannsóknum að þú svona, talar fyrir því, þín niðurstaða í megindráttum þessi að menntaryfirvöld þau ættu að taka tillit til fleiri þátta heldur en að horfa bara á einkunnir. Já, þau ættu ávallt að kynna niðurstöðu sínar þannig að þær eru takmarkaðar og þær gefa ekki tilefni til að álykta eins og gert hefur verið þeirra mun. En þeir eru allir að vilja gerðir og þeir vita af þessum takmörkunum og verkefnið í rauninni ekkert endilega að reyna að stjórna því hvernig menntamálayfirvöld haga sínum framsetningum. Það mikilvægra að við reynum sjálf einhvern veginn að læra af þessu og taka málin í okkar hendur. Ég fór og hlustaði á fyrirlestur hjá þér daginn. Þú, svona í lokin, þú talaðir svolítið það að þú, svona, ég teldi nauðsynlegt að það haldið áfram að rannsaka og að láta menntaryfirvöld á höfuðborgarsvæðinu ekki ein sjá það. Það mikilvægt að við styrkjum fræðslu yfirvöld hvarvetna á land til þess að geta nýtt sér alla þessa gagnasöfnun sem fer fram í skólum núna. Og þá ég með samræmdu prófin í huga í 4., 7. og 9. bekk. Svo kemur PISA-rannsóknin á 3 ára fresti. Það eru gerðar kannanir, minnum að heitir rannsóknir og greining, og það gerð evrópsk heilbrigðis heilbrigðis og lífs ánægju eða vellíðunar könnun og sjálfsagt eitthvað fleira, skólapúlsinn þarna. Og þegar að skólar og fræðsluyfirvöld heimila að það séu gerðar rannsóknir í skólum, þá ekki farið fram á of mikið þó að þeir sem gerir þær rannsóknir gerir grein fyrir því hvað kom út. Og þó að væri ekki tekið annað en það skref að skólayfirvöld myndu krefja þá sem að vilja gera rannsóknir einhver svör við spurningum sem þessi fræðsluyfirvöld hafa. Og það ekki farið fram á mikið þó að skólar og skólayfirvöld all land gerir þá kröfu til þeirra sem að vilja gera kannanir að þeir svari spurningum sem að þessum sömu yfirvöldum finnast mikilvægar. Og hérna setjum við punktinn. Þorlákur Axel Jónsson, aðjúnkt við Háskólann á Akureyri. Þakka þér fyrir spjallið.